vaxandi glímumaður, hann er bikarmeistari í flokki 16 til 19 ára frá því byrja í vetur og Ólafur er sjálfsögðu bikarmeistari fullorðinna sem er búinn að vera í mörg ári yfir röð. Ólafur er 26 ára. Og Ólafur er hér Harry, mjög sterkur glímumaður. Náði ekki alveg nógu háu bragði þarna, en hann flauta það saman, beygja sér svolítið mikið. Birgir er mjög ákveðinn, mikill keppnismaður, skapmikill. Það sýndist mér hann að fara niður á axlina. Og Ingvi Guðmundsson, yfirdómari, er að fylgjast með þessu. Dómar eru eitthvað að þvinga, eins og oft til vera. Og það merki aftan á Jóni sem hann kipir burti þar. Og þess má geta að það voru 11 glímumenn sem að hófu keppni, en þeir hafa þegar hætt vegna meiðsla. Það eru Arngrímur Jónsson, Þingeyingur, og Árni Þór Bjarnason, og þeir urðu fyrir einhverjum smávægilegum meiðslum. Hver er nú helsti styrkur Ólafs Hauks sem glímumanns? Hann er mjög alhliða, hann er sterkur, hann er líkur, hann er snöggur og hann er frekar fjölhæfur, hann hefur góð brögð bæði hægra megin og vinstra megin og hann beitir mest 3 brögðum til úrslita. Það er réttu klóbræði vinstra megin, sniglímu á lofti hægra megin og svo hælkrok hægra og vinstri. Þetta er þau sem hann gerir yfirleitt. Þarna var klóbræðið, hann náði ekki nógu vel. Jón er auðvitað mjög ákveðinn í að gefa sig, ekki selja sig dýrt í þetta. Þeir þekkjast nú vel, félagarnir Vestlund. Og enn sækir Ólafur. Og enn er Jón að verjast við golf. Jón er hérna. Við sjáum við Ingvar Guðmundsson, yfirdómara, og hérna má meðal annars greina Ármann Jón Lárusson sem að 15 sinnum hefur sigrað í Íslandsglímunni. 15 sinnum hefur hann verið handhafi grettisbeltisins sem að er keppt, og það er 14 sinnum í röðin. Þeir eru byrjaðir aftur. Já, nú ætlar Jón auðvitað gefur Ólafur engan frið til að sækja. Leipur þarna kapp í kirkgreininni. Náði Ólafur Haukur hælkrok aftur fyrir báða. Þetta verðum við að fá að sjá aftur. Ég hef aldrei séð að taka þetta áður. Já, sko, þetta var